Hingað komið Jóhanna Kristjánsdóttir, blaðamaður, fararstjóri og rithöfundun með meiru. Velkomin Jóhanna. Stóru fréttirnar þessa vikuna eru náttúrulega þessir atburðir í Egyptalandi, þar sem að þetta stóra, forna, ótrúlega merkilega land nötrar. Já, það er ekki hægt að neita því og þetta virðist hafa komið afskaplega flatt upp á fólk. Og það kom eiginlega dálítið flatt upp á mig, hvað kom flatt upp á alla. Já. En sannleikurinn sá að kannski ástæðan fyrir því að menn hafa haldið þetta væri allt bara í lagi. Egyptaland, jú, það væri dálítið fátæktar og ekki svona allt í fyrirmyndar, en það eru milljónir ferðamanna sem fara þarna og þeir segja, nei, þetta er alveg stórkostlegt og Mubarak er ekki bara fínn, hann er vinur Bandaríkjamanna og hann er með stjórnmálasamband við Ísraela, þannig að bíðum nú við. Já. Er ekki allt í lagi? En það hefur ekki verið allt í lagi. Nei. Og sko nú breiðist þetta einhvern veginn út frá Túnis. Já, það er svona hugmyndin komið þaðan. Það er ekki nokkuð vafi á því að þessi tímasetning er alveg í tengslum við það að þetta gerist í Túnis. Þetta hefði ekki gerst núna í Egyptalandi nema að því að atburðirnir hefðu orðið í Túnis. Það held ég sé alveg á hreinu. En Egyptar hafa stundur reynt að mótmæla. En leynilögreglan og herinn og allt þetta batteri Mubaraks hefur bara stoppað það og jafnvel þannig að það hefur ekkert komist í fréttir að neinu ráði. En þetta er hernaðar einræði, nokkuð hart, er það ekki? Þetta er mjög hart. Mér fannst mjög athyglisvert þegar ég kom þarna til búsetu á sínum tíma, af því þá hafði ég komið sem blaðamaður og almennu ferðalangur, en þegar ég fór að búa þarna þá náttúrulega kynntist ég eins og maður gerir, allt annað hlið. Og þá tók ég eftir því að Mubarak naut ekki virðingar, eins og ég hafði einhvern veginn í svona barnaskap mínum haldið. Og menn hlóaði honum og menn leystu ákveðna eigin frústrasjón með því að gera eins og mér skilst að það hafi verið gert mikið í Austur-Evrópu á kommunistatímanum, menn sögðum hann brandara. Það voru Mubarak brandararnir, þeir voru svona dálítið eins og Hafnarfjarðarbrandarar eða ljóskubrandarar. Þeir gengu út á það hvað Mubarak væri svona, hann væri lítið gefinn. En hann er alltaf hangið þarna á völdunum í 30 ár og áður en hann var, þá var alltaf Sadat og Nasser og hann hefur náttúrulega alltaf að hanga á völdunum til æviloka og síðan að gera hvað son sinn að aftaka. Já, augljóslega. En nú er sonurinn fann úr landi og ég held að sé ekki spurningum hvort Mubarak fer, heldur hvenær. Og mér heyrist á bæði fréttum og þegar mann talar við Egypta að þeir séu alveg samfærðir að honum það sé ekki möguleiki fyrir hann að sitja. Hann verði að fara og Egyptar, eins og hún orðaði það svo ágætlega, hún Sigrún Valsdóttir í viðtalinu daginn, þeir eru komnir yfir óttaþröskuldinn. Þeir bara halda áfram að mótmæla. En nú hafa verið þarna blóðsúthellingar og... Já, og þeir alltaf láta sig hafa það. Þeir krefjast þess að fá lýðræði, en á hinn bóginn þá segir fólk, verður það þá ekki bara eitthvað trúaröfgalið sem að kemur þarna, tekur yfir Egyptaland. Ég hef ekki trú á því. Til dæmis hafa Muslimabræður sem eru mjög sterkur stjórnmálaflokkur í Egyptalandi, þeir og stjórnmála almennt, þeir hafa haldið sér svona, verið mjög hófsamir á meðan á þessum mótmælum. Það er ekki þeir sem standa fyrir þessum mótmælum og þeirra talsmenn hafa staðhæft að það sem þeir vilji sé það sama eins og bara hitt fólkið út á götunum. Þeir telji að það samræmist fullkomlega að hafa lýðræði sem fólki geti unað við og liðbötu með. Við sjáum þetta myndir af þessum mótmælum sem fylgja hérna með, en hvað með hérna El Baradei sem nú svona maður sem nýtur mikillar virðingar á alþjóðavettvangi? El Baradei, Egyptar eru margir mjög stoltir af honum og hans
framgöngu þegar þeir voru að stunda rannsóknir þarna hann og hans Blix. Já, og í Írak. En hann hins vegar svona meðal kannski alþýðumanna El Baradei ekkert sérstaklega þekktur því við verðum náttúrulega að taka með reikningin að það þarna, þetta óskaplega fjölbreyttir hópar af fólki sem búa þarna. Það ekkert allir sem að fylgjast með öllum mögulegum fréttum. En ég einhvern veginn get alveg ímyndað mér að El Baradei geti hann skiptir mjög miklu máli að hann tekur af skarið og ákveður að fara heim. Og hann segir, ég stend á því fastan í fótunum að Mubarak eigi að fara og ég vil taka þátt í mótmælunum. Þá var hann náttúrulega settur í stofufangilsi en þeir treystu sér ekki til að halda honum þar, þannig að hann hefur tekið þátt í mótmælunum. Mér finnst ekki alveg út í hött að ímynda mér það, og það segi ég bara án ábyrgðar, að hann tæki við sem einhvers konar svona bráðabirgðarleiðtogi á meðan að Egyptar eru að átta sig á hvað það sem að þeir vilja og hvert alltaf stefna. Svo getur vel verið að herstjórn taki þarna við, það gerðist svo sem 1952. En það náttúrulega Bandaríkin eru mjög taugaveiklur yfir þessu öllu og þeir eru náttúrulega búin að dæla þarna inn hergögnum og peningum fjárhagsaðstoð sem byggir á því að Mubarak náttúrulega helsti vinnur þeirra þarna í þessum heimshluta og hann heldur friðinn við Ísrael. Já, það ekki bara Bandaríkjamenn séu órólegir, Ísraelar eru óskaplega órólegir. Vegna þess að þó svo þessi kaldu friður á milli Egypta og Ísraela að þá það náttúrulega friður nafninu til. Svoleiðis að Ísraelar eru í skelfingu og Ísraelar eru líka mjög smeykir við það hvað Bandaríkjamenn hafa verið varkárir í yfirlýsingum sínum. Bandaríkjastjórn hefur hvatt til að ekki verið beitt ofbeldi og passa upp á þetta. Og þetta hefur valdið skelfingu meðal Ísraela. Alla Bandaríkjamenn þá að yfirgefa Mubarak og Bandaríkjamenn eru náttúrulega þekktir fyrir það að styðja einræðisherra og yfirgefa það svo ef að þeirra eigin hagsmunir bjóða þeim það. Þannig að hagsmunir Bandaríkjanna gætu fólkist í því að fælist í því að vera að styðja einhvern hófsamari sem að fólkinu líkar við en einhvern sem að kannski keyrir þetta ekki of langt út í... Vonandi. En svo náttúrulega spurningin gæti þetta breiðst út til annarra landa þarna á þessu svæði? Sko, við náttúrulega hefðum ekki getað ímyndað okkur bara fyrir viku, 10 dögum hvað þetta hefur gerst mikið á örfáum dögum og ég meina þetta náttúrulega byrjar í Túnis, þetta stendur yfir með hryllilegum gauragangi í Egyptalandi. Það eru mótmæli í Jemen þó að þau séu svona ekki á eins háu stigi, skulum við segja. Það hafa verið mótmælagöngur í Jórdaníu, þær eru dálítið öðruvísi. Ég hef satt að segja, samkvæmt fréttum, þá verði Sýrlendingar, þeir virðast vera bara í góðu standi vegna þess að þeirra forseti hefur núna síðustu mánuðina og síðan hann tók við raunar, þá hann gert alls konar breytingar á stjórnskipun og linað á alls konar höftum þó að það heiti, samkvæmt okkar skilgreiningu heitir það einræðisstjórn. En þannig að til dæmis Gaddafi, hann mjög hann skelfur dálítið mikið núna. Svo getum við líka hort á landi eins og Sádi-Arabíu. Það það sem líka náttúrulega algjör heiftu kúgun. Það væri náttúrulega guðsþakkarvert en þá ég held sko ef að vættum að vega og meta hagsmuni þá held ég að Bandaríkjamenn myndu blanda sér í það vegna olíunar. Egyptar hafa vísu olíu en hún ekki nema bara einn dropi með við það sem að Sádarnir hafa. Svoleiðis að því miður að þá held ég ekki að fyrir utan það að þessi stjórn í Sádi-Arabíu hún svo ofboðslega kröftug og kúgar fólk af svo yfirgengilegu afli. En það, Guð láti gott á vita. En þetta heimshugulegir atburðir sem hugsanlega verða. Það má nú segja. Já.
Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Jóhanna. Við ætlum að heyra hér í Kristni Pétursinni veðsetning kvóta og síðan heyrum við í bandaríska milljarðamæringnum Brewster Kahle sem með risastórar hugmyndir varðandi internetið og varðveislu og miðlun upplýsinga.